Gott kvöld, ég býð ykkur velkomin á fund bæjarstjórnar Vestmannaeyja. Þetta fundur 1567, þetta aukafundur haldinn í Einarsstofu 21. desember 2020, 17:00, við erum örlítið í seinna lagi og nú 17:15. Þetta fjarfundur eins og venjulega í beinni útsendingu og upptöku og svo verður upptekan jafnframt aðgengilega að loknum fundi. Af því segi fund settan. Það eitt mál á dagskrá, útsendur í dagskrá sem allir bæjarfulltrúar hafa fengið. Það mál stytting vinnuvikunnar í kjaramálum og það gestur á fundinum til þess að fylgja því máli eftir, Eydís Sigurjónsdóttir, starfsmaður Vestmannaeyjabæjar og sem hefur verið með þessa vinnu. Það er innbókun sem ég ætla að byrja á að lesa áður en að ég fæ Eydísi til þess að fylgja þessu máli eftir og gef svo orðulaust í framhaldi. Á fundi bæjarstjórnar sem haldinn var 3. desember síðastliðinn var ákveðið að samþykkja samkomulag við starfsfólk stofnana Vestmannaeyjabæjar styttingu vinnutíma á sérstökum aukafundi bæjarstjórnar. Síðastliðinn mánuð hefur staðið vinna við styttingu vinnuvikunnar fyrir dagvinnufólk. Meginmarkmið með styttingu vinnuvikunnar að stuðla að betri heilsu og öryggi starfsfólk og auka möguleika þess á að samþætta vinnu og einkalíf. Lagt var upp með 3 markmið í undirbúningnum og innleiðingunni: A. Að skapa ávinning fyrir starfsfólk, B. Að skerða ekki þjónustu sveitarfélagsins og C. Að styttingin leiði ekki til kostnaðarauka. Undirbúningur og vinna hefur tekist afskaplega vel. Undirbúningurinn og vinnan hefur tekið afskaplega vel og hefur starfsfólk á stofnunum bæjarins tekið virkan þátt. Starfshópar og vinnustöðvar lögðu fram tillögur útfærslu styttingar. Í framhaldinu var kosið tillögur að styttingu vinnutíma á hverju vinnustað og útbúið samkomulag byggt á niðurstöðum einstakra vinnustaða sem sendir bæjarstjórn til samþykktar. Reglum samkvæmt. Hver vinnustaður hefur lagt sig fram að skoða vinnuumhverfi, skipulag vinnunnar og rætt vinnustaðamenninguna. Þegar bæjarstjórn hefur staðfest öll samkomulagin verður heildaryfirlit sent svokölluðum innleiðingarhópi samningsaðila sem skipaður fulltrúum frá kjarasviði Sambands íslenskra sveitarfélaga, BSRB, BHM og ASÍ. Í hverju samkomulagi kveðið á endurskoðun vinnutíma fyrirkomulags í maí 2021. Markmið með því að meta áhrif breytingana og hvort vinnutíma fyrirkomulag henti og falli vel að starfsumhverfi og markmiðum með styttingu vinnuvikunnar. Að öðru leyti vísa til erindis mannustjóra sem sent á bæjarstjórn 3. desember síðastliðinn. Efni erindis staðfesting sveitarstjórnar tillögun vinnutíma styttingarinnar. Þá ætla ég að biðja Eydísi Sigurjónsdóttir, mannustjóra Vestmannaeyjabæjar, að fylgja þessu örstutt eftir. Gjörðu svo vel, Eydís. Já, komið sæl. Það er búið að taka fram að mest allt hvernig þessir vinnu og var háttað, en við ákváðum bara alveg strax í byrjun í september að það lá fyrir erindisbréf frá Vestmannaeyjabæ fyrir vinnutímanefndina og við ákváðum bara strax að vinna þetta öll saman. Það hefur alltaf yfirleitt gerst best í svona breytingarstjórnum og innleiðingum að ef að koma ólíkir aðilar að borðinu að það sé unnið í upphafi saman. Annað hefur tafið vinnuna, eins og Íris var að benda á reyndar áðan að það er einmitt raunin á mörgum stöðum og við vissum það að svona fræðsla okkar á milli myndum vera að tala saman og útskýra við að kæmi einhver ágreiningur upp og þá myndum við leysa það gagnvart starfsfólkinu líka. Svo allir verður nú að vinna í takt og ekki koma með ólíkar sjónarmið og þetta gekk bara mjög vel held ég líka út af því. Þetta er náttúrulega mjög fjölbreyttur starfshópur og það var stytting að vissu leyti var komin með þess að hjá einhverjum og fólk bara var virkilega að rýna í hvort þetta hentaði starfseminni eða ekki. Það var ekki bara að vera að horfa á klukkutímana. Lágmarksstytting eru 13 mínútur, hámarksstytting eru 4 klukkutímar og það var bara æði misjafnt hvaða leiðir fólk fór. En þetta er náttúrulega ekki búið og það er endurskoðunarákvæði allt frá bara mars og fram í maí og við erum að vinna áfram saman í að útferða það sem var bara farið í minnstu styttingu, athuga sem möguleikar þá á frekari styttingu. Þannig að þetta er svona áframhaldandi verkefni
þó að stytting vinnuvikunar fyrir dagvinnufólk sé lokið, þá erum við að fara í styttingu vinnuvikunar fyrir vaktavinnufólk. Það töluvert flóknara og við erum náttúrulega með nokkra staði hér sem við þurfum að útfæra það. Svo að vinnutímanefndin er alveg ennþá full að vinna og verður það fram á allavega vor, en það þarf náttúrulega líka alltaf að vera eftirfylgni í þessu. Það þurfti að fara yfir öll vinnufyrirkomulag hjá 200 starfsmönnum og það var líka ákveðið tækifæri sem fólst í því og það var kannski jafnvel að leiðrétta eða endurskoða eitthvað vinnufyrirkomulag annað sem var kannski eitthvað gamalt og þurfti bara að endurnýja og samræma líka og við erum alltaf svona að reyna það náttúrulega að gæta jafnræðis og passa að hlutinir séu réttir og eins. Þannig að þetta er bara búið að vera mjög ánægilegt, þetta er búið að vera svolítið spretthlaup en okkur hefur tekist þetta og það var markmið að það búið að setja með þessu öll nýju undirbúa það að setja öll þessi fyrirkomulög inn og það var verkefni launadeildarinnar að klára það. Svo að þetta er bara allt á réttri leið og við erum bara voða ánægð að vera komið þetta langt. En ef það einhverjar spurningar þá endilega spyr ég mig. Já, bara takk fyrir þetta, Eydís. Það er Íris Róbertsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Takk fyrir þessa yfirferð, Eydís, og ég bara verð að lýsa því að ég er mjög ánægð að við séum komin á þennan stað í þessu ferli. Að því ég veit eins og þú talaðir þetta er búið að vera spretthlaup hjá mörgum og það er ekki allir komnir svona langt en það skiptir náttúrulega miklu máli að við séum að klára þessi kjarasamningstengdu atriði og ég bara er stolt af því að Vestmannaeyjabær bæjarstjórn hér sé að fara að samþykkja vonandi þessi fyrirkomulag og þessa styttingu sem er búið að vera baráttumál lengi hjá fólki á vinnumarkaði. Þannig að þetta er bara jákvætt og ég vil líka hafa tekin ákvörðun það núna í september í bæjarráði að skipa vinnutímanefnd fyrir hönd Vestmannaeyjabæjar og í henni eru fulltrúar frá stéttarfélögum. Öllum þessum 3 stéttarfélögum sem eiga að í rauninni að fara svo yfirfara þetta með sambandinu. Þannig að ég er bara rosalega ánægð og ég held að það skipti máli. Hlutirnir hafa gengið betur vegna þess að allir voru við borðið eins og Eydís kom inn á áðan. Stéttarfélögin eru á staðnum og geta sagt sitt og líka fulltrúar sveitarfélagsins og þetta er bara, ég held við getum verið stolt af þessu og ég veit að þetta hefur verið rætt á þessum fundum, vikulegu fundum sem eru hjá þessum vinnutímanefndum sem sambandið er að halda og það er verið að halda þetta svona yfir til þess að fylgjast með og ég bara vill að endingu hrósa vinnutímanefndinni og þakka þeim fyrir hönd bæjarstjórnar, þakka þeim fyrir þeirra framlag og það skiptir miklu máli og ég held að við getum verið stolt af því að vera búin að ljúka þessu og þetta er til mikilla hagsbóta fyrir okkar starfsmenn. Takk fyrir. Já, takk fyrir þetta, Íris Róbertsdóttir. Það er Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Takk fyrir það, forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Takk fyrir þessa yfirferð, Eydís Óskóð og þessa vinnu sem að maður sér í fylgjugögnum með fundagögnum bæjarstjórnar að hefur greinilega verið mjög yfirgripsmikil og mikil vinna og það er náttúrulega bara ánægjulegt held ég fyrir okkur allra bæjarfulltrúa að fá að taka þátt í því að samþykkja í rauninni bætt kjör fyrir starfsmenn sveitarfélagsins og greinilega í góðu og mjög lýðræðislega jákvæðu samstarfsverkefni þar sem að maður sá að fólk gat kosið um þessar leiðir eftir því hvað hver og einn vinnustæður vildi fara út í og ég vil bara fá að þakka einmitt líkt og taka undir orð Írisar bæjarstjóra með að þakka öllum hlutaðeigandi starfsmönnum þeirra vinnu við þessar breytingar og það verður auðvitað áhugavert líka að fylgjast með því hvernig áhrifin af breytingunum verða eins og þú sagðir að þetta er náttúrulega í áframhaldandi skoðun og verður fylgst með bæði hvað áhrif þetta væntanlega þá hefur á starfsmenn og stofnanir sveitarfélagsins og það sem er náttúrulega gríðarlega jákvætt við þetta eins og búið að koma fram að þetta er náttúrulega rosalega stórt og mikið samstarfsverkefni
að það og markmiðið með því að það sé einmitt til hagsbóta fyrir starfsmenn á sama tíma og það er ekki kostnaðaraukandi og það er ekki þjónustu skerðandi. Þannig að þarna ætti að vera svona win-win aðstæður fyrir alla hlutaðeigandi aðila. Mér langar kannski aðeins bara að spyrja út í örlítið, ég er annars búin að fá mjög fín og góð svör við þeim spurningum sem ég hef haft og þakka þau, en varðandi kannski að því þú talaðir þetta hefði gott að sjá að það hefur nýst vel þessi vinna að fara yfir einmitt starfsemina. Að því nú voru við búin að samþykkja jafnlaunastefnuna, var eitthvað sem að koma á óvart eða eitthvað sem að var þurfti að lagfæra eitthvað út frá því, nýtist þetta okkur í þeirri vinnu eins og varðandi jafnlauna vottun og annað slíkt. Ég bara hugsun sem kom upp í kjölfarið af því að menn eru að skoða þessa vinnutíma og fyrirkomulag hjá hverri starfsstöð. Takk fyrir. Ég hef lokið máli mínu. Já. Takk fyrir þetta, Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Það spurning hvort eða séu fleiri spurningar. Það enginn beðið orðið allavega ennþá, þannig að þá bið ég bara Eydís ef hún getur svarað þessari fyrirspurn. Eydís, hversu vel? Já, ég get það. Jafnlaunavottun og allt það sem fer fram, það er risastóra verkefni sem er langt komið hjá okkur. Nei, ég get ekki sagt að kannski þetta eitt og sér með vinnutíma skipulagið eða ég sé beint eitthvað sem að nýtist vel þar. Það er bara alveg sér annað verkefni sem er verið að vinna. Ef þetta svarar spurningunni. Já, mér sýnist það, hafa gert það. Einhverju fleiri bæjarfulltrúar sem vilja taka til máls? Áður við göngum til atkvæða þetta. Sýnist ekki, þannig að þá göngum við bara til atkvæða þetta mál. Það er Íris Róbertsdóttir. Já. Bíddu nú aðeins. Á ekki eftir að lesa bókun? Jú, bíddu nú aðeins hæg. Þetta getur nú ýmislegt gert svona. Til stafsökunar þessu, það komin drög að niðurstöðu. Það er að segja bæjarstjórn samþykkir öll umrædd samkomulag styttingu vinnutíma hjá starfsfólki í stofnana Vestmannaeyjabæjar. Í dagvinnu bæjarstjórn vill jafnframt koma fram þakklæti til alls þess starfsfólk sem tók þátt í vinnunni. Sérstakar þakkir fá fulltrúar vinnutíma nefndar Vestmannaeyjabæjar sem skipuður þeim Eydísi Sigurjónsdóttir mannauðsstjóra, Unni Sigmarsdóttir fulltrúar starfsfólk í Stafey, Arnar Ingi Hjaltani fulltrúar starfsfólk í Þrívanda, Láru Konráðsdóttir fulltrúar starfsfólk í BHM, Jóni Péturssyni, framkvæmdastjóra fjölskyldu og fræðslusvið, Ólafi Snorrasyni, framkvæmdastjóra umhverfis- og framkvæmdasvið og Ernu Georgsdóttur starfsmanni nefndarinnar. Bæjarstjórn lýsir mikill ánægju með að þetta stóra samstarfsverkefni starfsmanna, stjórnenda, stofnana, stéttarfélaga og bæjarfélagsins sem nær til allra vinnustaða Vestmannaeyjabæjar sé lokið. Áfram verður unnið að vinnutímastyttingu hjá vaktavinnufólki sem taka á gildi 1. maí 2021 og gagnlegt hefur verið fyrir alla þessa aðila að koma verkefninu og samstarfinu nauðsynlegt fyrir árangur og framgangs þess. Þetta er drög að niðurstöðu sem ég legg þá fyrir fundinn og við greiðum þá atkvæði hvort við samþykkjum. Það er Íris Róbertsdóttir. Já. Njáll Ragnarsson. Já. Jóna Sigríður Guðmundsdóttir. Já. Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Já. Trausti Hjaltason. Já. Helga Kristín Kolbeins. Já. Og ég sjálfur Elís Jónsson segi já. Þannig að þá er þessi liður samþykktur. Já, þannig að þá er bara dagskráin er þá tæmd. Hér hefur einhver innsláttarvilla verið í þessari niðurstöðu sem ekki þörf á annað en að það verður þá bara leiðrétt við frágang fundargerðarinnar. Það er Eydís Ósk Sigurðardóttir. Það kemur hér fram líka á Teams
vefnum, þannig að þetta eitthvað misritað hérna í gögnin sem ég er með. Ég byrst afsökunar á því, Eydís, en fundurinn dagskrá fundarins tæmd hér með. Næsti fundur fimmtudaginn 28. janúar 2021 samkvæmt bara skipulagi sem við samþykktum í bæjarstjórn og það fyrsti fundur á nýju ári. Að lokum vil ég óska ykkur öllum gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári. Takk fyrir í dag. Fundi slitið 17:32.